ég var með Dóra DNA hérna hann sagði eitthvað sem að mér finnst rosalega merkilegt Stefán Einar, núna hann orðin svolítið svona stór breyta í umræðum bæði pólitík og samfélagsmál gengur mjög hart fram, segir sinn hug á mjög hvassan máta og Dóri DNA sagði eitthvað á þá leið að hann bara skildi ekki að hverju fólk væri svona, þú veist, Stefán Einar bara, hann hefur verið svona segjastliðin 30 ár hann hefur verið nákvæmlega svona og það sem að, út af því að það hefur verið mjög mikið til umræðu að hægri menn sem eru með svona hægri podcast og þannig sé einhvern veginn að breyta viðhorfi fólks og sé að ýta þeim í ákveðna átt. En ég meina, ég hef verið að tala islam og útlendingamál síðan 2015, löngu áður en ég byrjaði þetta podcast eða 4 árum áður. Og ég held að sko ástæðan fyrir því að þetta sé kannski fólki meira ofar á baugi ekki út af því að við erum að tala um þetta, heldur bara út af því að fólk að pæla í þessu og og því eftirspurn eftir því að fólk hlusta á einhvern sem að tala um þetta. Út af því að allstaðar í Evrópu eru flokkarnir sem að fara að taka langharðast á þessu og sumir bara með sko, eins og AFD og lest stefnuskráður að hún bara varhöfn sko. Bara, þú veist, þeir eru bara, þú bara verður ekki múslimi í Þýskalandi. Það er bara flatt. Og hérna, það er bara svo áhugavert að fylgjast með því bara, en myndið svo segir sko, fólk með bara að þú sér samfélagsbreytingar en að einhverjum óskiljulegum ástæðum sagt að þetta sé út af hægri podcastunum sem að fólk að spá í þessu.